Gaman að fá þig eins úr. Já, takk fyrir að fá mig. Bókin. Mér langar að byrja þar. Yes, sir. Mér langar að byrja þar. Þegar ég sá líka því sóli, hvernig kom þetta til? Sko, ég var með þessa hugmynd í hausnum og mér fannst eitthvað fyndið við það að gefa út ævisögu svona snemma, sko, það er svo mikið Bieber move, sko, þannig að ég var sem sagt að spila á ásatíð Toyota í Dublin í fyrra og Sóli var að veislustýra og við fyrir svo saman út og ég kynnist honum í rauninni þar, þekkt hann svona aðeins og búin að kíkja til hans í útvarpið og eitthvað svona og ég vissi hann hefði gert ævisögu Gylfa Ævarssonar og ég bara, spurði hann út í þetta, hann er alltaf líka, hann er svona galsa gaur, sko, með grunaðan að vera til í þetta, sko, og hann var til í þetta og, við fórum ekkert áfram með þetta fyrir en aðeins seinna, svo fórum við, saman til Ítalíu í sumarið og vorum að spila, hann var að veislustýra í Gylfa? Já, í brúðkaupi og ég var að spila í, hvort hann hefði bara verið með stand-up, ég manna ekki, allavega, og þá, fórum við svona að skoða þetta aðeins alvarlegra og, eftir það og við byrjuðum í rauninni í svona desember, janúar að setja þetta upp og hann byrja bara að taka svona viðtölu við mig og þú náttúrulega þekkir þetta og erum með svona lauslega planað að gefa hann út sko í desember eða þess að fyrir jól svo þegar ég verði þess að bæjarlistamaður Kópavogs í sumar þá hringi pabbi í mig og segir að það er gamall félagi minn sem hafa samband mig sem er með Bjart og Veröld bókaútgáfuna og sendi mig bara screenshot af message sem hann sendi honum og bara ég held að sonun væri gott efni í bók kannski fyrir jólin 2021 og ég segi ok, ekki segja neitt bara gef mér bara númer í honum og ég hringi hann og segi honum að ég og Sóli sem byrjaðir á ævisögu og ætlum að gefa hann út í ár og honum leist svona vel á þetta og við svona skoðum Bjart og Veröld, við skoðum eitthvað annað útgáfufélag líka og svo var ég svona líka að skoða bara að gefa þetta út sjálfur og fara bara all in í það sko stofna bara félagi kringu það, ég var að pæla í Bókboys EHF en svo einhvern veginn ég viðurkenni það alveg, ég sá alveg einhvern pening í þessu sko en Sóli svona dró mig aðeins tilbaka með það og sagði skilur ekki vera að hugsa bara peningin í þessu skilur það er engin peningur í bókum á Íslandi þannig sko það er miklu betra bara að fara til þeirra sem eru mjög reyndir, geta leiðbendingur og eru bara þungavetta leikmenn í þessum leik sko og skilja þá bara eitthvað geggja verk eftir sko þannig að ég er mjög ánægð að ég hlusta á Sóla með það sko Já, ég er ánægð með þessar ráðleggingar frá honum af því ég hef einmitt íhugað þetta sjálfur að gefa út bækur sjálfur og pæli peningum en þá fyrir maður að spara í ritstjórninni spara í coverinu, spara í yfirlestrinum og þá endar bókin á að verða slakari sko. Já, klálega að mínum matir sko. Því svona er þetta bara en mér er svo gaman að því ég er búin að vera að lesa bókina í gerðu dag og þú ferð bara all in var það eitthvað sem þið rædduð þegar þið voru að byrja að gera þetta að þú myndir bara, þú ert mjög opinskár í þessari bók Já, ég er mjög opin í þessari bók sko og það ég hef ekkert verið rosalega mikið opin í gegnum tíðina í sviðsljósinu ég hef svona sett kannski ekki upp front en ég hef bara tekið svona einn eiginleika af mínum persónuleika og bara ítt honum í botn þegar ég fyrir framann mikrofón eða myndavél og þú veist haldið fjölskyldunni svolítið frá og bara mínu persónulega lífi en ákvað bara að fuck it, ég ætla bara að segja allt, skilur, ef ég ætla að gera þetta almennilega og já, það kom svona út, sko, þetta er svolítið svona, ég myndi segja að bókin væri, hún er svona samblanda af dagbók Berts það er svona fyrri hluti bókarinnar, svo er þarna M&M bókin, hún er svona blanda af henni líka og svo Svartur og leik Já Ég myndi segja þetta var svona saman svona suða af þessum 3 bókum. Já. Voruð þið að því mér er svo gaman að pæla í þessu og ég held nefnilega Sóli sko sé svolítið svona hann hefur gert ævisögur eins og ég og það sem ég var strax ánægði með mitt hvað þetta er auðlesið. Það er kaplarnir eru stuttir, þetta er aðgengilegt og voruð þið með þá pælingu líka í byrjun af því það er náttúrulega alltaf að verða erfiðar og erfiðar að fá fólk til að lesa bækur. Algjörlega, 100%. Þetta átti að vera bara, þú getur tekið hana bara í, 2-3 rykkum sko. Já.
og hérna, ég búin að fá skilabóð á Instagram frá hérna fólki sem bara að segja, þú veist, ég hef ekki lesið bók í, þú veist, 15 ára eða eitthvað, en ég tók hann á 3 tímum, af því að einmitt, þetta bara, þú veist, þetta ekki langar, þetta stutti kaflar og hún ekki langdrein, þetta bara að vera að keyra í gegnum þetta og bara action. En líka markhópurinn þinn kannski svolítið fólk sem vant hærri... Kann ekki að lesa. Ég bara vant hærri stimulation. Sko. Já, algjörlega. Þú vanur ég að vera í símanum með tölvunni og og þá kannski freka bara einhvern veginn að hlusta á bókina. Já, klárlega. Já, þetta svona Snapchat kynslóðin, sko. Við vildum sleppa því að láta hann á hljóðbók allar til að byrja með. Já. Og einmitt reyna að fá bara fólk til að lesa það, því að hún mjög auðlesin, sko. Já, það að lesa hana, sko. Já. Hvernig svona rappið? Þú lýsir þarna í bókinni svona ákveður svona moment of clarity þegar þú segðu okkur frá því þegar að rappi dettur inn í þitt líf. Já, ég sem sagt elst upp í Hveragerði og fæ svona tónlistarlegt uppeldi frá bróðum mínum og mömmu og pappa og það Björgvin Halldórsson og Stefán Hilmarsson og Bee Gees og eitthvað svona og pappi fættur 65, mamma fættur 60 þannig að það svona lita svolítið að því sko og ég og einmitt Sara kæristu mín höfum talað það, þú veist að hún elskar skilur svona early 2000s bönd af því að foreldrar hennar eru yngri heldur en foreldrar mínir þannig að þetta það sem var í gangi þegar hún var lítil sko en þú veist en þá, þú veist, það var svolítið kannski FM þegar hún var alveg upp en Bylgjan þegar ég var alveg upp sko en já, þegar ég einhvern veginn uppgötta sjálfur rapptónlist þá það í rauninni í gegnum Bjössa æskuvinn minn og stórubróður hans og í Hveragerði og það var, þú veist, 50 Cent, Akon og Snoop Dogg og og ég man þegar ég var nýfluttur á Bifröst þegar ég var í 4. bekk og þá sá ég á Pop TV myndbandið Lonely með Akon og ég einhvern veginn bara vissi ekki hvað þetta gera við mig sko. Þú veist, ég var bara shit, hvað þetta gott og shit, hvað nettur og það var svona fyrsta lag sem að ég einhvern veginn, þú veist, það var enginn sem sýndi mér það var enginn sem að var, þú veist, put me on game sko. Þetta var bara ég sem að uppgötaði lagið og ég fílaði bara út frá mínum fórsöndum og fór stuttu seinna í bæjarferð og keypti diskinn Trouble með Akon og hef keypt eiginlega alla diskana hans Akon síðan þá sko. Og það já, einmitt, þess vegna hefur svolítið líka tónlistin mín verið melodísk sérstaklega í seinni tíð það með svona þorað að fara back to the roots sko. Að þú veist, ég tók ákvörðun þegar ég byrjaði að rappa að ég ætlaði sko að bara vera rappari skilur af því að það auðveldara að transitiona úr að vera rappari yfir að poppari frekar en að byrja sem poppari og fara yfir í rappið sko. Það erfiðara? Ég myndi halda það sko. Þú veist, það var í skrítið að sjá kannski ekki í dag samt að þetta orðið svo, þú veist þetta orðið svo rosalega líkt sko. Þetta farið að flæða meira á milli? Já, miklu meira sko. en þú veist, ég náttúrulega búin að, þú veist, ég gáði fyrsta lagi mitt febrúar 2014 þannig að það er þetta í hvað 7 ár 7 ár, bráðum já, það eru náttúrulega þú veist, það er 7 sinnum 7 sko eitt ár í rappárum þú veist, eins og 1 hundár sko þannig að ég, þú veist, þetta er svo ógeðslega fljótt að breytast, þú veist, þegar ég gáði út fyrstu plötunum mína, þá var ekki Spotify en það er samt svona stutt síðan þú veist, það var bara YouTube og svo bara download-linkur. Hvenær kemur Spotify? 2015-16? 2016 held ég. Vitið þannig að þetta var hvernig sér? YouTube? Já, ég gáði plötuna á YouTube og svo bara deildu við svona einhverjum bara WeTransfer-link bara, eða Dropbox eða eitthvað sem var bara, þú veist, hérna getur við downloada plötunni Aron Kahn gerði þetta líka, skilur, hann gáði fyrstu plötuna sína mjög early 2016 og það var bara linkur til að downloada í iTunes-ið þitt þannig að það var ekki hægt að fylgjast með plays eða neitt svoleiðis eins og í dag, sko. En þetta var vantarlega kenn, sko, þið sem eruð af yngri kynslóðinni, þið eruð dálítið flink í þessu að geta látið hluti dreifa sér organically bara gegnum samfélagsmiðla og svona, sko. Já, algjörlega. Og þetta var mjög skrítið millibels ástand, þú veist, þannig að þegar ég að gefa út að því að, þú veist, geisladiskurinn að deyja, en það samt ekki komin þessi streymistjónusta, þannig að það bara raunin download. Þannig að, örugglega bara versti tíminn fyrir tónlist var þarna, skilur. Já, ég var búin að gleyma þess, ég held að vera lengra síðan Spotify hefði komið, sko. Það er ekki lengra síðan. Nei, ekki sko allavega svona rosalega stórt. En þegar þú ferðin í rappið, þá ferður líka mjög fljótlega inn í, þú lýsir Flórida ferðum þar sem er verið að kaupa föt
og ég var svo ánægði með þig þegar þú mætir í skólan og þú ert bara glerharður í gallanum þínu þó það sé verið að gera grína þér. Einmitt. Var það ekkert erfitt? Ja? Jú, það tók alveg aðeins á, sko. En þetta byggir bara karakter, sko. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Ég man, sko, þú veist, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á síðan að þá, í 5. bekk, þá hafði ég mikinn áhuga á fötum. Og bara einhvern veginn allir þessari hip-hop tísku, skilur, og graffinu og allir þessi dæmi, og ég man, þegar ég var, sko, í 7. bekk, ég var 11 ára gamall, þá fer ég í Exodus með mömmu, veistu hvað búð var það? Já. Þá fór ég í Exodus með mömmu og var að sækja vinnu. Okay. Þegar ég var 11 ára gamall 11 ára gamall að reyna að vinna í Exodus af því ég vildi bara vera þarna allan daginn, sko. Okay. Sjáttu þetta á Nínu í Exodus, maður. Og það er núna punk. Veitingastæðurinn. Já, alveg rétt. Já. Samis, já. Rest in peace, maður. Já, bynt á móti gamla hverfisbarnum og... Já, einmitt. Og við gerðum okkur marga bæjarferðir við strákunir og með mömmu skilur að suða að fá bara því það var hræðilegt að fara með það inn, sko. Já, en svo svona undanfarið er ég búin að, þú veist, fötin eru orðin svona síðustu ári eru fötin orðin aðeins þrengri og ég var náttúrulega alveg rosaleg, sko. Ég var bara í, þú veist, þrefalt extra large, sko, þegar ég var bara í fullorðnastærðum þegar ég var 10 ára, sko. Þannig ég á ennþá jakka sem eru, þú veist, passa á mig núna, sko. Já. Sem ég keypti þegar ég var 10 ára. Ég nefnilega var ekki jafn harður á þú, sko, því ég fyrsta tónlistina, þú lýsur þessu vel þegar þú segir, þannig að þú talar rappið og Akon og segir þetta er fyrsta tónlistina sem ég valdi sjálfur að ég vildi. Og ég tengi mikið við þetta, því ég hafði hlustað á alls konar tónlist og síðan fer ég inn í hiphopið þegar ég einmitt svona aðeins eldri, kannski, veit ekki, 13-14 eitthvað. Og þá var bara dálítið svona, og flestir í mínu skóla voru í öðru og ég hafði ekki alveg hugrekki, þannig að ég var dálítið mikið bara laumast með þetta einn, sko. Já. Kom ekki alveg út úr skápnum, sko. Því ég lagði ekki í, sko, þannig að mér finnst að sína karakter þá er að þóra bara að vera upp front með þetta. Einmitt, já, og við vorum, þú veist, aðeins seinna, þú veist, í Gaggo, þá vorum við, þú veist, 2-3 sem að fíluðum rappið, sko, en annars var rosalega mikið bara eitthvað, svolítið, þú veist, það er ógeðslega skrítið, það er ennþá verið að spila, sko, sömu tónlist á grunnskólaböllum, 8.-10. bekkur, og þegar ég var í 8.-10. bekk, sem að enginn var að hlusta á þegar ég var í 8.-10. bekk, þú veist, þetta er eitthvað svona, bara eitthvað svona, bara sýru tónlist, og þú veist, og svo er bara ég, þú veist, þegar ég var í grunnskóla, þá komu blár Opal, þú veist, komu einhvern tímann, annars voru við ekkert, þú veist, það var engin artistar að koma í skóla minn þegar það var á böll, þá var bara einhver nakki í 10. bekk, skilur, og sem var á plötunum? Já, sem var á plötunum, sem var að spila bara eitthvað kjaftaði, skilur, sem að allavega ég vissi ekkert hvað var, sko. Okay. Og svo er þetta ennþá í dag, skilur, þá var þetta, ég að koma að spila, eða Gauti, eða Clubbed Up, eða Flóni, eða eitthvað, skilur, og þetta er allt rap, skilur, og svo taka DJ-ið og það er eins og það sé eitthvað svona, þetta er eitthvað secret society af DJ-um í 10. bekk, sem að spila bara eitthvað sýru kjaftaði. Ég hef ekki pælt í þessu. Það er bara ennþá sama dæmið, sko. Þetta er góð. Ég veit ekki hvar þetta byrjaði og ég veit ekki hvenær þetta mun enda, sko. Ég er búin að hlusta svolítið á lögin þín og þessu ári og þú segir, að því ég fattaði ekki fyrir ég las bókina hver pappið þinn er. Ég hef ekki viðtölu pappað þinn. Já. Ég er hann það gamall, sko. Og þegar hann var í stjórnmálunum. Já. Og þú segir einmitt í einu textanum þakka pappa að blessa mig með djúpu röddinni. Pappið þinn er með mjög góða rödd, sko. Já, einmitt. Og ég veit fór að hugsa það, hann notaði ekki röddin í söngin, hann var stundum lesin á auglýsingar. Já, hann er ennþá því, sko, hann er komin aftur í þann brasa, sko. Okay. Þannig að, já, ég segi í 2 og 3 stjórin, þakka bara sjálfur mér og pappa og afa fyrir að blessa mig með djúpa röddinni. Afi náttúrulega, maður verður bara hræddur, sko. Já, það er svoleiðis. Já, það Magnús Bjarnfreðsson, sko. Já, auðvitað, Magnús Bjarnfreðsson. Það er mjög fyndið, sko, því að sonur minn er að verða 9 mánaða, fæddist í febrúar. Og shit, nú fæ ég skammindar heima með og hann er svo hræddur við pappa, sko. Pappa minn, hann er hræddur við afa sinna því hann er svo djúpræðar. Þannig að það tekur hann alltaf svona 5 mínútur, sko, frá því að við komum til pappa og hann fyrir bara að gráta, skilur, hann byrja að tala og ég var að segja pappa, mér fannst það svo fyndið og hann sagði að þú varst nákvæmlega eins við pappa minn, sko. Já, okay. Þannig að ég var skítræddur við afa minna því hann var svo djúpræðar. Það er ógeðislega fyndið, maður. En ákastu þó snemma að þú vildir nota röddina í tónlist, eða? Já, ég náttúrulega byrjaði snemma að semja lög bara þegar ég var krakki, sko, og svo þegar pappi keypti
Mac 12 þá einhvern veginn umbreyttist líf mitt sko. Ég og Sindri Frans félagi minn byrjuðum að leika okkur þar og það var sko ég var mikið líka, ég var að æfa á gítar þannig að ég var svolítið að svissa á milli sko bara svona geðveikt mikið R&B, pop vælu tónlist einhver á gítarinn svo ég bara með einhvern beat og bara rappaði mér raskandi sko og það var alveg svona það voru tímamót í mínu lífi sko þegar að ég þurfti að ákveða hvort ætla ég að gera og það var sko ég held að hafi verið sko Ísland Got Talent eða X-Factor eða eitthvað þessum, þú veist, keppnum skilur þegar ég held ég að vera á fyrsta ári mentó eða í 10. bekk þá var ég þá sótti ég þessi og í pröfu og var bara kvöldið að bara, hvort ætla ég að rappa, skilur eða ætla ég, þú veist, bara hvort á ímyndin að verða, skilur svo svaf ég mig sem betur fer, sko, því að ég var búin að taka ákvörðun að mæta með kassagítarinn, sko og það hefði svolítið eðalagt fyrir mér rappurinn, held ég Já, það er erfitt að svissa svona mikið Já, nefnilega, sko Það gerist ekki á einu degi Nei, sko, ég nefnilega, þú veist, þetta var svolítið bara svona Jón Jónsson type tónlist, sko, og það var svolítið skrítið ef hann hefði bara gefið út skilur sína fyrstu plötu og svo bara mætt með sólgljóru og gulltennur og reynt að breyta ímyndinni sko. Já, það gerist klárlega ekki á einu degi sko. Þannig að ég er mjög þakkláttur fyrir að svo við mig Já, Ísland Got Talent já, þannig að þú fórst aldrei inn í svona hæfileik Nei, ég fór ekki í það sko Þú leist það eiga sig bara Sem betur fyrir sko, ég ætlaði að fara sko en bara sem betur fyrir svo hefði mig Þú ert nógu ungur til þess að sko það voru komnar svona flottar fyrirmyndir í rappi á Íslandi Já. Því ég var náttúrulega með Erpi hérna í viðtali og þegar þeir voru, af því ég hafði alltaf hlustað á hiphop og mér varst svona þegar þeir koma þá allt í fyrsta skipti bara íslenskt hiphop sem var flott og þannig að þess vegna hefur þú náttúrulega bara ungur séð að það væri hægt að rappa á íslensku til dæmis Sko eða hvað? Já, nei, ég misti eiginlega alveg af Rottweiler bylgjunni sko, ég er náttúrulega fæddur 96 Já þannig að ég var 4 ára þegar og náttúrulega mamma og pabbi En svo komnir fleiri eins og Gauti og Já, einmitt, það var hvað, 2000 og ég veit það ekki, en ég einhvern veginn, þú veist, ég var ekkert að fylgjast með íslensku rapsinunni bara fyrir en að ég byrjaði að gefa út sjálfur, sko, bara sem einhvers upp á svona kurteisisækir og í meðvirkni, sko. Já, ég skil. En ég byrjaði að hæpa Erp, sko, og hann lét mig fá bara heimanám, þú veist, af því að hann sá bara, ég kunni ekkert lögin hans. Ok. Þú veist, ég kunni svona stærstu lögin, en hann lét mig bara fá diski sinn og bara, þú voru bara að læra þetta, skilur. Ef þú ætlar að hæpa mig, gæti ekki verið bara allan tíma bara brrrr, þú veist, bara ekki að kjafta. Þannig að ég fór bara og lærði mjög samviskusamlega, bara öll lögin af disknum hans Velkomin til Copacabana. Sem er fucking iconic diskur Já, snild Já, geggjaður og já, ég lærði þessu lög og byrjaði að hæpa hann almennilega og þá einhvern veginn fekk ég svona newfound respect, þú veist, það er líka náttúrulega bæjarfélagið sem að tengir okkur svo mikið, sko, mjög Erp, þú veist, hann hefði ekki tekið mig svona mikið undir vængin ef ég væri úr Garðabæ, sko. Hann tók þér rosa snemma undir sinn vendavæng, Já, bara 16-17 ára, sko. Já, og þá varst að performa með hann Já, og varstu bara að segja brr, brr Í aðalega, sko, þangað til að lít mig læra heima þá lærði ég almennilega textana okay. Já, og hann kynnti mig bara fyrir, þú veist, lagði mig línurnar, þú veist, ég fer nánar út í bókinni, sko, alls konar setti mér alls konar svona, þú veist, reglur, skilur, þú veist, eða svona, ekki beint reglur, en bara svona kendi mig bara, þú veist, í þínum spórum, þá myndi ég gera þetta, og eitthvað svona. Þannig að ég á mikið að þakka Erpi, sko, hann er alveg, the Lil Wayne to my Drake, sko, hann er the OG, sko. Já. Hvað er þetta með Cowboyin? Já, hann sagði eiginlega best hjá þér, sko. Já. Hann sagði, það er ekki raskat þannig að við þurfum bara að búa það til. Já, það er Hamraborgin, síðan þú 2 og 3 stjórinn. Já. Þá erum við náttúrulega konir í aðeins annað hverfi. Já, nákvæmlega, það náttúrulega bara var ekki til þegar Rottweiler byrjuði, sko. Nei. Það var bara gras og tré. Já, einmitt. Þannig að við höfum skipt þessu mjög bróðulega, ég og Erpur. Hann tekur West Cope og ég með East Cope, sko. En svo náttúrulega er miklu meira alltaf að gerast í West Cope, sko, í rappinu. Þú veist, það er Birnir, kemur úr Vestur Kópavogi. Já. Það er Joe Fraser sem að pródúseraði allt mitt til að byrja með. Og að mínum mati vanmennasti rappari Íslands sögunar, ógeðslega góður. Já, þú vilt meina það? Ég vil meina það, sko. Okay. Ég myndi tjekka á honum ef ég verið þú, ef þú fílar rappið, sko. Já, ég verði að viðurkenna það, ég hef ekki tekkað á honum. Já, hann er ekki gefið út sólódót, en hann er featureaðar á mínum plötum, sko. Einmitt, tekið því. Já, hann er ógeðslega góður, sko. Og hann er einmitt, sko, Joe er yngri bróðir Dáðadrengja, sem að,
Bórilla og Karlingi sem voru svona í Dáðadrengir sem var 2009 kannski, íslenskt rap-grúp og fekk þannig sitt tónlistaruppeldi sko. En já, Vesturströndin og þú veist, svo Cell 7 líka Vesturströnd Kópavogs Vesturströnd Kópavogs, já, Vesturströnd Kópavogs ég var bara að fatta daginn að það skilurðu þú veist, að því það höfnin hana í Kársnesinu, skilurðu, þannig að maður getur sagt já, þetta West Coast rap það svoleiðis, þetta alveg alvöru strandlengja já, algjörlega, þetta bara Vesturströndar rap sko, Vesturströndin í Kópavogi Vesturströndar rap hvernig það núna, því ég hef ekki verið að viðurkenna, ég hef ekki sett mig alveg nógu mikið inn í rapsenuna svona á undanförnum, ég ætla að segja árum ekki, kannski jafnvel áratugum en þessi rígur ennþá úti, sko, það var þessi rosalega rígur alltaf á milli vestur- og austurstrandarinnar þegar ég var að hlusta, sko. Einmitt, nei, það eiginlega búið, sko. Það farin bara. Já, þú veist, það skiptir eiginlega engu máli hvaðan menn eru núna, það bara að þú ert fáið þá bíf, sko. Já, einmitt. En ég held að það sé rosalega mikið feikað, sko, þú veist, þetta bara einhvern veginn til að selja plötur og þú veist, svo mest svona æsa undanfarin kannski 2 ára rappari sem kallar sig 6ix9ine, ég veit ekki hvort þú séð hann er með svona regnbogahár og flúraður í andlitinu og eitthvað svona hann tók einhvern veginn bara alla rappara og drullaði yfir það sko fór svo í fangelsi og kom tilbaka og braut einhver meta á Instagram, þú veist, þegar hann fór á Instagram live og þú veist, það voru 1 milljón manns að horfa fyrstu 30 sekúndar eða eitthvað eftir hann fór live sko það var bara stúta öllum metum og gaf svo út plötuna sína og floppaði hart sko og hefur ekki heyrt í hann síðan sko. Já, það svolítið. Já, það svolítið sko. En sko, það sem að svolítið leiðilegt við internetið að sko, þegar ég hlusta á rap frá, þú veist, bara 90s og early 2000s að sko, það fór svo mikið eftir því hvar þú varst í Bandaríkjunum, hvernig sound þú varst með. En núna einhvern veginn það svolítið búið af því að þú veist, þú þarft ekki að vera í Houston til að hlusta á Houston tónlist. Nei. Þú þarft ekki að vera í New York til að hlusta á Boom Bap og allt þetta dæmi. Þannig að eins og þegar A$AP Rocky kom, hann frá New York, kom 2011-12, þá þú veist, það hljómaði bara svo Houston-gaur, þú veist, hann var með þetta chopped and screwed, þú veist, þessi rödd og komdu með þetta aftur svona slow down dæmi og hann bara frá New York, skilur þannig að en núna hljóma rosa margir bara eins og ég sé frá Atlanta, það langstærsta senan þar núna sko, búin að vera undanfarin. Það ekki það sem að Outkast voru að byrja og hvað hétu þeir sem voru að koma voru nokkuð mjög vinsæl já, Ludacris komur frá Atlanta og svo aðeins T.I. Young Jeezy, Gucci Mane og svo núna bara, þú veist, allir nánast sem eru stórir og búin að vera stórir síðustu kannski 5-10 ár eru frá Atlanta, þú veist, það 2 Chainz, það Migos, Young Thug Gunna, Lil Baby sem einn af þeim stærstu í dag, sko já, þú veist, þeir einhvern veginn bara eiga leikinn, sko en þetta að færast finnst mér aðeins yfir á vesturströndina aftur, sko af því að einn af þeim stærstu núna í dag sem sagt Roddy Ricch. Ég þarf að fara að setja mig inn í þetta sko. Ég býti playlistar fyrir því. Já, endilega, gerðu það. Já. Ég mega til í það. Já, hann er frá vesturströndinni og líka Ty Dolla $ign sem mín uppáhald sko. Hann alveg geggjaður. Okay. Hann svona söngvari sko, hann ekki rappari. En hann ógeðslega góður og spilar á bara öll hljóðfæri og já, ég þarf eiginlega bara að við þurfum að taka bara smá trún og eftir á bara ég þarf að fara á YouTube með þér og 100% til, já. Ég þreytist ekki á að tala Ty Dolla $ign, sko. En já, mér finnst þetta að vera aðeins að færast yfir í sko, West Coastið aftur, sko. En ég held að Atlanta á nóg inni, sko. Og veistu hvað Gucci Mane það? Já. Það er ótrúlega, sko, Spotify gerði bara official playlista sem að hét bara If It Wasn't For Gucci og það var bara allir gaurar sem að hann hefur komið með inn í leikinn. Já. Og það var sturlað sko, það var bara lög með skilur, þú veist, það var bæði pródúsurar og rapparar það var bara ef að Gucci Mane var ekki til, þá var þessi gaur ekki til það var alveg sturlað að sjá þetta sko, það þyrfti eiginlega að vera með svona líka fyrir erp sko. Já, einmitt, hann náttúrulega hefur hann tekið mjög margt hann hefur hjálpað mörgum mönnum sko, þú veist, eins og mér og hann hjálpaði Gauta og hann hjálpaði Friðrikdór og þú veist, ég ekki að segja að þessir careers var ekki til skilur, en ég meina en síðan eru þið allir að hjálpa hver öðrum ég meina þú ert síðan eins og nefndi Joe Frazier á þann og þú og Birnir, Aron Kahn maður hefur einhvern veginn á tilfinningunni að sé svona meira samvinnu en samkeppni í þessari senu á Íslandi. Já, jú, það það sko, þetta náttúrulega svo lítið land það virkar ekkert rosalega vel að vera allir í fílu sko, í sikur hóðinu. Já, verra. Já, en ég náttúrulega Huginn með mér í Cowboys og hann geggjaður
ég veit ekki af hverju að ná allir svona vel saman, við erum allir á svipum aldri og það er svolítið mikill, það er náttúrulega ekki mikill aldursmunur, en það virkaði mikill aldursmunur á okkur og gæjanum fyrir ofan okkur þegar við vorum að koma upp, eins og á mér og Úlf og MC Gauta, skilur, þá voru þeir 24 og ég var 17 ára. Þannig að á þessum árum það svo mikill munur. Já, ég mann þegar ég heyrði þig í fyrsta skipti, þá einmitt var bara svona kynslóðabil, eiginlega. Einmitt. Ég held að það hafa líka gert okkur svolítið sterkari, og líka bara fordæmið sem að Gauti, Gísli, Erpur og Úlfur settu, þetta var bara einhver svona, eitthvað bræðralag, einhver svona, allir vinir bara dæmi. Þannig að við sáum það og gerðum okkar eigið, skilur, og já, við erum allir mjög nálægt í aldri. Ég held að Aron Kahn sé svona yngstur á okkur. Eða, nei, það er örugglega Jói P. Hann er fæddur 2001. Já. Aron Kahn 99. Já. Og hérna Krónu líka 99. En já, ég og Birnir erum báðir 96. Huginn líka. Þetta er hérna, 0-0 upp í 96 kannski. Einmitt. Manst eftir einhverju mómenti þar sem að því þú byrjar að rappa og svo ertu byrjaðir að performa með Erpi. Manst eftir einhverju svona mómenti þar sem þú hugsar að nú er ég búin að ná í gegn? Já, ég á alveg nokkur þannig móment. Ég ég var svolítið fljótt dofinn fyrir að ég að spila. Og ég þakkláttur fyrir COVID, þannig séð að núna ég bara get ekki beðið eftir að byrja aftur að spila og fyrir COVID þá var þetta orðið bara svona þetta er svo mikið, bara vinna, skilur nema þetta var bara þjóðatíð eða eitthvað hannig. Já, því þú varst að gigga svo mikið, já. Já, bara orðið svolítið bara létt kulnun, en já, mómentið, ég held að það hafi verið Solstice 2016, þar sem ég fannst ég bara, wow, ok, shit. Þá voru ég held að vera næst stærsta sviðið og þá var bara svona ég sá bara fólk eins langt og ég sá, skilur það líka smá þoka, það hjálpaði til, þá sá ég ekki droslega langt. En svo náttúrulega, það voru þessi gig þar sem ég fannst ég hafa meikað, og svo var, Jámar, þegar það fór í spilun á FM, þá var fyrsta lagið mitt sem fór í spilun, þá fekk ég svona, ok, svona moment, svo þegar ég fór í Game TV, ég spilaði mikið af töluleikjum þegar ég var ungur og geri enn, þá var einhvern veginn, þegar ég settist í settið, þetta er svo nördalegt að segja frá þessu, þegar ég settist í settið hjá Sverrir Bergmann og Óla Jóels, þá var ég bara svona, nú er ég búin að meika og líka þegar ég fór í FMI Blö og það var í gamla stúdíónu sem var upp í Skaftahlíð. Þá settist ég á móti Auðun Blöndal og hann byrjaði að lesa hraðaspurningar var að taka mér hraðaspurningar og ég veit ekki hversu oft ég hef séð einhvern í hraðaspurningum bara frá því, bara back in the day og ég náttúrulega var ekki í íþróttum þegar ég var krakki þannig að mína fyrirmyndir voru bara Udd og Sveppi, skilur og það var ekki Eiður Smári og já, það var, ég þurfti alveg að klípa mig þá, þegar, sem úkslega fyndið að segja frá, en bara það að Uddi var að taka mig í hraðaspurningar, þá var ég bara hvað er í gangi, skilur við. Manstu hvernig þetta var? Þetta var, ég held ég að vera edrú, þetta var örugglega 2017, Já. En það er einmitt, að því ég ætla að spyrja þig, því þú ert ennþá það ungur. Já. Það kannski svolítið munur á að fá eitthvað svona moment á Solstice, eða þú ert 28 ára, eða þú ert undir 20. Óksetta er ekkert í augum, var þetta bara að því þú, eins og ég var að tala með þegar þú ert komin í, hvaða galli var þetta aftur sem þú varst að fara í í grunnskólan? Þetta var Kittigallinn. Þetta var bara, svona síðpeysa og gallastuttbuxur sem að náðu mér, niður fyrir tær og... Það er svona bara einhvern veginn, þú bara ferði hana gall og heldur í áfram, þú hefur alltaf verið svona bara til í þetta, Já, eiginlega, ég er svolítið bara svona doer, sem að stundum, kemur mér ekkert rosalega vel, en yfirleitt þá einhvern veginn bara, ég bara kýla á hlutuna, ég bara gera þetta, skilur, og pæli svolítið í því seinna, sem að við hjálpa mér á mörgum sviðum, en svo náttúrulega er maður rosalega hvatvís, náttúrulega, þannig að, en ég myndi segja að þetta hjálpa mér meira heldur en þetta hamli mér, því að ég á marga vini sem að eru, eiga erfitt með að kýla bara hlutina, Já, það er þessi tilneying sem að held ég að sé í öllum, en mismikil og örugglega þá minni þér, að vera ofhugsa áður en maður gerir. Það er það sem er að hamla fólki, Ég er blessunulega
ofhugsa ekki. Nei, og það kannski einmitt af því þú ofhugsar ekki sem að sem þú varst frekar fljótur að fara í þessar fíknitilhneigingar og það dót líka þá. Einmitt. Það er hinliðin á þessu. Já, nákvæmlega, einmitt, bara fuck it, sjá hvað gerist, sko. Hvernig því þú bara ert mjög opinskár í bókinu bæði áfengisneyslu og fíkniefni og allt þetta. Var erfið ákvörðun þegar þú að opna á þetta allt, eða? Sko, nei, í rauninni ekki, sko, af því að, þú veist, ég er ekki að fara í neitt í bókinni, þú veist, ég er búin að vinna úr þessu dóti. Þú veist, það væri öðruvísi ef ég væri búin að vera edrú í hálft ár og þú veist, færi svo að tala svona þetta, skilur. En ég einhvern veginn er búin að byggja mér bara mjög sterkan grunn í minni edrúmennsku og sé ekki fram, þú veist, ég verð bara edrú í dag, skilur, og hérna, sjá hvað gerast á morgun, en nei, eins og ég segi, nei, í rauninni ekki, að því að, þú veist, grunnurinn minn er mjög sterkur, ég er búin að vinna úr þessu, þú veist, þetta var, þetta var smá erfitt, skilur, að því að ég var, þú veist, fyrir heimildavinnu fyrir bókina, að því að ég náttúrulega man ekkert allt. Nei, ég veit. Þá, hérna, fór ég í gamla síma minn sem ég átti 2016, sem var svona mitt erfiðasta ár, möllbrotin og í einhverjum kassa, skilur, hérna, og fór að setja hann í samband og fór svo að skoða myndir og skilaboð og það var alveg drullu erfið, sko, það var meira kannski bara, þú veist, mamma sendi mig skilaboð bara, þú veist, hvar ertu, allt í lagi með þig og eitthvað svona, skilur, þú veist, það var mjög svona, bara erfitt að opna svolítið á það, skilur, en ég og mamma náttúrulega eigum mjög gott samband í dag og hérna, já. Hérna, þú ferð kannski svolítið öfuga leið við marga aðra og þú byrjaðir ekki í áfengi, byrjaðir í grasi. Já, byrjaði í grasi í 10. bekk. Og hérna, já, þú veist, svo er þetta bara svolítið svona snöggleði niður. Mér fannst ég vera sko 35 ára þegar ég byrjaði að drekka, sko, af því að félagi mínu voru allir byrjaðir að drekka. Þá fannst ég búin að halda ógeðslega lengi, sko, en var 16 ára. Og svo, þú veist, stuttu seinna þá, hérna, þróast þetta náttúrulega bara niður á við og eins og hérna, er bara með fíkni sjúkdóminn, þú veist, þetta er bara stigvaxandi dæmi, sko. Mér svolítið kannski áhugavert að tala við það, því ég veit ekki hvort það hefur bara fyrir tilviljun hist hann á að ég er búin að vera með rosalega marga edrú alkohólista í viðtalið hérna. Jaha. Það er bara önnur hvað manneskja sem kemur. Okay. En það er örugglega þetta, sem við vorum að tala það er, ef þú ert með þá tilhneigingu, þá ertu líka kannski mjög líklega dúer og hefur kannski gert áhugaverða hluti og alls konar. Já. Þannig að mér líður þannig, bara rosa, en það er eitt sem kannski aðgreinir þig að því ég hef alveg rætt hérna við einmitt, bara Einar Ágúst sem að fór náttúrulega langt í dóti, Pálma Gunnar sem var svona fyllibilla gamla skólanum og allt þetta, sko. En það er þessi nýju efni sem eru komin, sem þú talar um í bókinni, eins og bara kódínið og oxykonti og sem er kannski svolítið umræða sem þarf að taka því það er það sem er í raun og veru að drepa unga fólki svona. Já, klálega. Hvernig er það hvernig virka þessi efni fyrir þá sem bara ekki þekkja það? Hvað er það sem gerir þau svona hættuleg? Þetta er í rauninni bara svona morfínskylt dæmi, þú veist, þetta er hérna allavega eins og oxy, þú veist, þetta er bara ógeðslega sterkt opioid lyf og fyrir mig þá einhvern veginn þá hérna ég veit ekki, að því þú veist, eins og þú segir, skilur, fræðslan er einhvern veginn ekkert í staðar varðandi þetta, þannig að þú veist, þetta er bara tabla, skilur. Einmitt. Á meðan einhvern veginn, þú veist, og líka í bíómyndum, þú veist, þá sér maður sko svona harða, þú veist, fíkla vera að taka, skilur, kók með röri, þess seðli, eða sprauta sig eitthvað hannig, en í einhverju svona hræðulegum sögum, þá sér maður aldrei neitt bara skilur þú veist, þetta virkar svo saklaust það er rétt, og við erum náttúrulega líka kannski í okkar samfélagi vön því að vera að taka pillur við alls konar nákvæmlega, einmitt, ég með hausverki, ég get ekki sofna eða þú veist, kvíðin eða hérna, já en svo fyndið, sko, ekki fyndið en hérna, þetta er svo fljótt að gerast, sko, því að ég þekki líka, sko, fólk sem er búið edrú í lengri tíma og eins og þú segir, þú veist, bara þekkir ekki þetta og ég er núna búin að vera edrú í rúmlega 3,5 ár og það eru strax komið eitthvað, skilur, sem að ég er ekki inni. Já, er ekki inni, sko. Eins og Spice. Já, hvað er það? Það er eitthvað svona synthetic gras, það er bara búið til á tilraunastofu og mælist ekki í þér. Þannig að þetta er
mikið svona nota á stöðum þar sem að verið að mæla og svona, en þetta náttúrulega bara, þú veist. Ég bara, sko, þegar ég komið nokkur sem til Mexíkó og þá einmitt, svona, því það allt selt í apótekunum þar, allt, sko. Þá var ég að sjá þessi heiti á skiltunum fyrir utan apótekin, sko, bara Oxycontin og bara allt í boði og þú þurftir ekki einu svona, það ekki einu svona verið að fara undir borðið, sko. Nei, einmitt. Og þá einmitt áttar maður svo á því, hvar hef ég heyrt þessu nöfn? Jú, það úr annars hvað fréttum af einhverju sem að deyja eða mögulega eitthvað einmitt sem tengist jafnvel rappi eða eitthvað. Já, einmitt. Já, þetta hefur alveg verið mikið í rappi eins og við vorum að tala áðan með Houston og Chopped and Screwed og þannig, það náttúrulega var þetta svolítið vinsælt, eða var þetta svona public, þessi ópjóða neysla skilur sem var bara að taka kótein, hóstasaft og mixa það með Sprite, kallað Dirty Sprite og Houston svolítið revolutionaraði þetta sko og þetta ennþá í dag skilur og þú veist, menn eins og Lil Wayne skilur bara að fá svona seizure skilur bara á þú veist, hálfsárs fresti af því að þeir að, þú veist, bara þamba eitthvað hóstasaft og þetta náttúrulega bara sama dæmi en þetta sterkara þannig að þetta mjög, mjög sterkt í rappinu sko. Þú lýsir í bókinu sko þegar þú talar alls konar neysla og alls konar efnum, svo lýsir þegar þú tekur Oxycontin og það sé bara verstu frákvöru sem þú hafur upplifað líka sko. Já. Það er bara viðbjóður. Algjör sko. Þetta var algjör viðbjóður, ég fekk kannski nánar út í bókinni en já, það var ógeðslega sem ég upplifað sko, en einhvern veginn að því að maður á svo dimmum stað á þessum tíma þá einhvern veginn bara svona dustar maður af sér skilur og slærið upp í grín. En hvernig er þetta fyrir þá sem ekki skilja þetta stjórnleysi fíkilsins svona eins og þú talar þetta gerist rosalega hratt það er ekki þessi stoppar af því að það er kannski svolítið svona í grunninn þar sem skilur að einhvern sem er alvöru alkohólist eða fíkill og einhvern sem er það ekki það er þessi svona stoppar mann þegar ég var að byrja að drekka þá svona einhvern veginn þegar liði vel á nóttina, maður orðin þreyttur og þá bara ég nennis ekki lengur og þá voru nokkri vini mínir sem þeir held alltaf áfram að drekka bara alveg þangað til að augun þeirra voru lokuð sko. Er eitthvað leið að útskýra þetta fyrir þeim sem ekki skilja þetta? Já, sko, alkohólismi er eða fíksjúkdómur eða hvað sem maður vil kalla þetta, þú veist, þetta er þríþættur sjúkdómur, það er sem sagt líkamlegt ofnæmi sem er sem sagt að það þegar ég er farin að finna fyrir áhrifunum þá hef ég ekki stjórnaði lengur hvað ég mun þú veist, vera lengi, þú veist, ég veit ekki hvenær ég mun stoppa svo er sem sagt huglæg þráhyggja að þegar ég er ekki undir áhrifum þá er ég stöðugt einhvern veginn að reyna að fá mig til að fara í, þú veist, undir áhrif og svo er sem sagt andlegt mein sem er ástæðan fyrir að ég vil alltaf þú veist, ég er alltaf að reyna að plata mig skilur, þú veist, það er eitthvað að hjá mér, þú veist, það er eitthvað hvort það sé eitthvað áfall eða bara, þú veist, einhver röskun eða eitthvað skilur og þetta allt þrennt saman er náttúrulega hræðilega blanda sko. Þannig að, en þú veist, náttúrulega flestir eru með eitthvað andlegt mein, skilur Algjörlega, já, algjörlega bara, og fólk nota náttúrulega mismunandi hlut sumir er að reyna að deyfa það með því að borða mikið aðrir með kynlífi, við erum alls konar hluti til að reyna að deyfa þetta sko. Einmitt. En hvernig var sko að því þú í raun og veru skýst upp á stjórnuðiminin og ert svolítið svona bara fyrst sinn ertu náttúrulega í að nota þessi efni var ekkert erfitt síðan þegar þú ert komin úr meðferð að einhvern veginn finna sig upp á nýtt og vera bara edrú herra hnettur mér. Jú, algjörlega, ég fór mjög lengt með það sko, þú veist að ég hafi farið í meðferð ég og ég kom hana út í 20. desember 2016 og var alveg smá svona tvístígandi skiluru þú veist, þó ég hef ekkert verið að semja í því, skilur, ég var ekkert mikið undir áhrifum í stúdíónu, þannig sé þó að koma alveg fyrir, en ég var ekkert eitthvað fokkar á því, þá var þetta meira bara okkur yrkisefnið, skilur, að því að fram að þessu, þá höfðu eiginlega öll lögin mín bara verið djammið, af því að það var bara einu sem ég voru að gera. Ég var bara 19 ára gutti, bara að djamma og samdi mikið það, þannig að ég þurfti svolítið að stoppa bara, ok, hvað í fokkanum á ég að tala um núna skilur og náttúrulega sko þægilegasta yrkisefnið fyrst ég og Joe einmitt vorum að tala um daginn að sko að þú veist það er svona sem kemur svona auðvildast allar til okkar þú veist að því að við erum bara að þessari kynslóð og þú veist rappið sem við hlustum á er rosalega mikið bara tjammið og pýr og svo náttúrulega kem ég út meðferð þannig að tjammið er off og svo eignast í kæristu, þannig að það er off líka og bara, hvað er eftir?
peningar. Já, auðvitað. Þannig að ég bara svolítið búin að mjólka það, sko. En það var alveg svolítið breakthrough hjá mér að fyrsta lagi sem ég gaf út eftir meðferð varð stærsta lag mitt til, þú veist, á þeim tíma, skilur. Það sem var svolítið ár eftir ár. Og ég einhvern veginn líka bara nýtti með það að ég var að hugsa, skilur, ég var að hugsa clear. Þú veist, ég gæti planað fram í tíman og eitthvað svona og setti mér alveg svona hérna markmið og bara ok, eftir ár, þú veist, þá ætla ég að gera þetta hérna og þetta hérna og þú veist, svo ætla ég ætla að gefa út þetta hérna lag eftir mánuð, svo þetta hérna lag. Þannig að það hjálpaði mér rosalega mikið. Ég var mjög stressaður fyrir því að vera bara búinn, skilur. Akkurat. En er það þá ekki, hjálpar þá ekki rosalega að eiga lag eftir úr stóran edrú sem slæðir í gegn? Klálega. Þá farið sjálfströðsið svolítið aftur. Nákvæmlega, og bara ok, ég geti það, skilur. Lögin þín eru einmitt hérna, þeir eru fór að kíkja á það, því að stundum verið að spyrja fólk út í þetta Spotify-dæmi, að hérna, þú ert vantilega búin að fá ágætis pening út úr Spotify, þau eru mikið hlustuð. Já, það er bara fínt peningur úr Spotify, sko. En ekki til að lifa á þannig sé, sko. Það er algjörðu búið að breytast business model í tónlist. Það var náttúrulega bara plötusala og gig, en núna er þetta bara gig, skilur. Já. Og plötusala, þú veist, það er ekki þannig sé peningur, sko. Nei. Þú veist, þetta er fínt bónus, skilur. En það er ekki hægt að lifa á þessu. Þannig að því þú ert nú einn af þeim íslensku tónlistamönnum sem er svona hve mest hlustaður á Spotify, þú myndir samt segja í raun og veru síðan það þá bara fyrst og fremst þá gluggi til þess að fá gig. Já, algjörlega, þetta er bara auglýsing. Það er allt sem ég geri er auglýsing fyrir gig. Það er basically, sko. Þú veist, það er bara, ok, bóki mig, skilur. Sem er náttúrulega erfitt núna, því það er ekki hægt að bóka, skilur. Það er bara bannað, samkvæmt lögum, að halda tónleika. Bara segjum þeir sem eru að hlusta eða horfa, bara bóka kallinn fram í tíman. Skrifa þetta niður, bóki mig. Bóka fram í tíman. Já, ég er mjög laus. Það ekki? En einmitt þetta er gaman líka sem þú sagðir áðan með að þú getur ekki beðið eftir að fara að spila aftur. Já. Engin veit hvað átt hefur fyrir hann að missa það. Já, algjörlega, sko. Þetta er alveg 100% þannig. Þetta er algjört alltaf með slepptið með dæmi, sko. Og hérna, já, ég var orðinn alveg bara sýrður fyrir þessu, skilur, því að ég var að spila bara, þú veist, ofta að spila bara, 16-17 sinnum í mánuði. Já, það er mjög mikið. Já. Það er mjög mikið. Og hérna var einhvern veginn bara hættur að nenni þessu, skilur. En ég get ekki beðið eftir að byrja aftur, sko. Og þú veist, og ekki bara út af peningunum, þú veist, heldur bara aðalega bara út af adrenalínu og eitthvað hannig, skilur. Og já, ég bara... Er þetta ekki svolítið eins og því að ég tekið viðtöl við fótboltamenn sem segja bara það er ekkert sem jafnast á við að fara á völlin með áhörðuna fyrir tónlistamann, þú veist... að spila tónlistinu sína fyrir framan aðdáðendur og fíla, það lítur að vera uník tilfinning. Það er bara, þú veist, ég prófaði alls konar tilfinningar, sko, þú veist, og alls konar fake tilfinningar. Þetta er bara, þú veist, það er ekkert sem jafnast á við þetta, sko. Einmitt. Og eins corny og það hljómar, skilur, þetta er bara lang besta vímann, sko, þú veist, og það er engin niðurtúr. Og hérna, já, ég er svo, það er svo, mér líður bara smá eins og ég sé ástasorg, sko, þú veist, get ekki spilað, sko. En hvað er skemmtilegustu gigin? Skemmtilegustu gigin eru gigin sem ég held sjálfur, þú veist, sem er bara herran hétusmjör í Gamla bíó. Eða, þú veist, útgáfafögnuður eða eitthvað, því að það eru bara allir mættir til að, þú veist, það eru allir svo invested í að sjá mig, þó að sé náttúrulega drullu gaman að spila, þú veist, á þjóðatíð og hvað hannig, þú veist, það er svona ógeðslega stórt krát og þú veist, það þekkja, í dag þá þekkja flestir stærstu lögin, þannig að það er alveg sungið með, skilur, en ég kýs frekar, þú veist, 900 manns sem eru allir bara fucking die hard aðdáendur, skilur. Það er ekki líka eitthvað í okkur að, hérna, að þegar fólk er að borga bara fyrir að sjá þig, þá er eitthvað svona, þú veist, það er geggjað. Já, það er bara sérstök tenging, þú veist, við áhorfendur, sko. Við erum bara svona við á móti heiminum, sko. Já, þetta er svona, og það er líka bara þessi tilfinning að maður sé self-sustainable, það er ekki eitthvað fyrirtæki sem er að borga mér fyrir að koma. Einmitt. Það er bara þetta fólki sem vill heyri mér sem er að borga fyrir að heyri mér. Já, nákvæmlega. Og þú veist, ég fann það sérstaklega, skilur, ég hélt fyrstu tónleikana mína, þú veist, alveg sjálfur í nóvember 2019, bara núna fyrir jól, október, já, það er sennilega október, og þá sérst skipulaði ég gigið bara frá Atilju og bara hélt gigið sjálfur og græjaði sjálfur, hérna, sponsa og bara allt. Og þegar ég var komin upp á svið þar, þú veist, þá var einhvern veginn bara, shit, ég er bara að gera þetta sjálfur, skilur. Já, geggjað. Já. Það er gaman líka hvað þú nærð langt niður í aldri. Hérna, sonur systur minna, hann er hérna 9 orðin 13.
og við getum alveg verið að bonda því að við fílum báðu tónlistina Já. og þegar ég var að spurja vini hans hverja vil ég helst sjá í podcasti á mér og það voru svona að tala við bekkjafélagana sko, að stelpunna vilja flóna og strákarnir vilja netursmjöri sko. Já, ég skal trúa því sko flóni eins og geggjaður sko algjör hjartaknúsari sko. Já, það eru stelpunna vildu flóna og strákarnir netursmjöri sko. en hvernig er það því að sumir finnst það kannski smá svona eitthvað ég vil frekar þessi fullorðið fólk en er ekki bara mér takt að hafa rosa gaman að því að maður nái svona vel niður í aldri. Jú, þú veist, það er bara fínt, sko, og þú veist, það er ekkert að kvarta yfir því að fólk fíli tónlistarmanns, skilur sama hver það er eða hvað hann er gamall eða gömul. Ég var svolítið svona, að passa mig á tímabili, skilur, og hef náð að halda því svolítið þannig fram að stjörnunum, skilur. Þá var það, skilur, þú veist, ok, ég er með yngri kynslóðina, ég er með eldri kynslóðina, ég er samt, þú veist, ég er ekki þú veist að spila í leikskólum skilur Nei. Þú veist, og svo náttúrulega er ég með þessu hörðu ímynd skilur sem eru sólglörun, gulltennurnar og þú veist allt með því skilur þannig að ég fæ árshátíðirnar skilur þú veist að því að ég er ekki bara glæpamaður þú veist þannig að ég er einhvern veginn náð að dansa algjörlega á línunni skilur en núna bara please bók ég mig hvað sem er sko mér langar svo mikið að spila það er svo gaman sko Tölum að þessum peninga Já að því það er ein setning sem er mér svo geggjur sem ég spáði minn og minn í álitum því að þau kom ekki með á þessu ég hugsaði ég hefði þurft að fá þessa setninga aðeins fyrir í mitt líf sko þegar ég var að taka ákvarðanir út frá álitum fólks sem að urðu til þess að ég var bara blankur sko. Einmitt og við erum svolítið á Íslandi einhvern veginn við erum rosa feimin við að viðurkenna að það megi bara vera gaman að græða pening. Já. Ég veit ekki hvaðan kemur það. Ég fíla það þegar að það er bara sagt uppátt að það er bara alltaf lægi að meika pening. Já, einmitt. Af því það er hundleiðilegt að vera blankur. Já, algjörlega. Og þú veist, ég prófaði það sko. Og ég ætla ekki tilbaka sko. Nei. En það mér líka sérstaklega með sko, þú veist, listastéttina að það má ekki græða pening ef þú ert listamaður. Nei, upplifur það? Já, ég er upplifað það sko, þú veist, þá ert ekki alveg list sko, þú ert ekki listamaður og og þú veist, já, bara, þú veist, maður er sellout skilur, ef maður leikur í auglýsingu og þú veist, allt þetta dæmi skilur eins og ég sá einhvern gæja daginn sem var segja að hann hafði mist svo mikið álit á mér að því að ég var að leika í ryksuguauglýsingu. Já, ok. Sem ég, þú veist, ég skila alveg á blaði skilur, bara guð blessi þig skilur en þú veist, málið þannig að í fyrsta lagi þá á frændi minn, þetta ryksugu-fyrirtæki sjáttu þetta Mía Ísland Já, ég sé þessu auglýsingu áður en maður horfir á YouTube Já, einmitt, nákvæmlega, hún er illa góð sko en sko, svo er þetta þannig að þú veist, það er COVID ég get ekki spilað þú veist, ég er búin að missa það á atvinnu Nákvæmlega Ég á barn ég á 2 húsnæði sem ég þarf að borga af ef ég get fengið pening fyrir að mæta í klukkutíma og mæla með ryksugu frænda minns sem að ég elska þá væntanlega geri ég það Algjörlega skilur Algjörlega en svo náttúrulega hefur COVID líka bara hjálpað mér með það að þú veist maður er farin að sjá peninga annars staðar sko Ég líka sé þetta svolítið þannig að því við höfum svona eldri tegundina af íslensku listamönnum sem er einmitt bara svona þú veist, Ómar Ragnarsson Já. Bara hlutirnir sem hann hefur gert en síðan þú veist, heyrir maður viðtöluna alltaf blankur skilur og þú hugsa maður einmitt bara svona hann hefur örugglega einhvern tíðan viljað bara þegar hann var aðeins yngri bara, þú veist, einmitt svona, já, bara vera með einhvern með mér sem heldur aðeins utan þetta og, þú veist, og notar ímyndina mín í að ég fái pening fyrir það og er það ekki bara frábært, skilur? Jú, klárlega maður. Af því það hjálpa manni síðan að geta gert meiri list, sko. Já. Það er ekkert voða göfugt við það að vera það blankur að maður getur ekki lengur unnið við listina sín. Já, algjörlega. Og ég meina bara, þetta er svo, fara bara, þú veist, bara smiður, skilur, bara hvað ertu að byggja þetta hús af ástríðu eða ertu að fá borga fyrir þetta bara ég er vinna mín, ég er að fá borga fyrir þetta En finnst þér þetta ennþá vera, og segir hérna sellout, finnst þér þetta ennþá vera, er þetta ekki að breytast það? Jú, þetta er að breytast þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, boom-bappið og allt þetta 90s dæmi, skilur, var náttúrulega rosa mikið, þú veist, það bara mátt ekki eiga pening, skilur og bara, mér finnst eldri kynslóðin svolítið mikið vera kannski ekki eldri kynslóðin, en það eru einhverjir eldri þú veist, einhverjur örfáir sem að finnst alveg glatað þegar að listamenn græða pening og líka náttúrulega bara listamenn innan minnar stéttar sem að fíla ekki
pening sko, eða þú veist líka allir pening já, jú, en svona opinberlega skilur já. Þú veist, sem að ég bara þú veist, ég framflyti bara mér og fjölskyldurinn minni með þessu skilur og þú veist, væntanlega teki bara það sem í boði núna en því mér, sko, ég þekki svo mikið af listafólki sem talsvert mikið eldri en þú sem áttar sig á því svolítið seint bara ég hefði nú kannski átt að nota tímabilin en þegar allt var í gangi, þá myndi þess að græða meiri pening þannig einmitt að ég geti bara að lifa góðu lífi og allt þetta sko já, ég gerir mér nefnilega fulla grein fyrir því sko, eins hrókafullur og ég í ímynd sko, þá gerir ég mér fulla grein fyrir að þetta endist ekki eilífu sko. Og ég hef séð það bara undan mér og mínur, þú veist, þessu Akon þú veist, tjekkar hún í plötunars Akon eða? Ég er ekki búin að Nei, nákvæmlega, það er enginn, skilur þú veist, það er bara búið og þú veist, einhver tíman mun ég vera bara búinn þannig að ég vil setja bara góðan grunn þannig að ég geti þannig að ég sé ekki bara einmitt í viðtölum eftir 20 ár bara, ég vildi ég hefði sparað, ég vildi ég hefði fjárfest, ég vildi ég hefði tekið þessum dílum, skilur ég ætla bara að gera þetta allt núna á meðan ég er heitur af því ég veit að ég verða kannski ekki heitur eftir 5 ár, 10 ár 2 ár, skilur, maður er ekki hugmynd þannig að ég ætla bara að nýta mér þetta á meðan ég hef þetta af því að þetta er alls ekki sjálfsagt og taka þennan pening sem ég hef fjárfesta og reyna að hafa smá safety net þegar þetta er búið sko. Hvernig þegar þú segir að þú hafir verið að ég ætla nú ekki að fara að bera mig saman við listamenn en ég held á síðasta ári held ég næri 200 fyrirlestra það er alveg, þú veist, ágætlega borgarlega og þá man ég mitt svona ég hef komin í þetta saman og þú bara, ég veit þetta er ógeðslega gaman ég elska þetta, ég er að tala efnið mitt við fólk sem vill hlusta á mig en svo er maður enn eitt fyrirlestur og þá kemur maður að þessi mitt að því hinn hliðin á peningum mitt hvenær er rétta mómentið til að segja nei við giggi hefur þú fundið það móment þar sem þú ert bara nú er ég bara búin að þjána nógan penning nú er bara í lagi að segja nei við þessu þó þetta sé þessi upphæð já, ég er alveg mjög duglegur að segja nei sko og ég set mér prís og ég fer ekki undir hann þrátt fyrir ímyndina sko en það er alls konar gig sem ég bara vil ekki taka og þá hef ég bara ekki gert það ég fer kannski ekki droslega mikið norður úti en þú veist það er kannski þú veist einmitt einhver þú veist 10 ára á yngri á 17. júní skilur þú veist þá ef ég er ekki stuðu til að gera það þá segi ég bara nei og ég hef bara blessunlega verið það heppin skilur undanfarin 2 ár að geta gert það skilur og taka ekki gig sem ég vil ekki taka og segja bara nei við þessum fyrirtækjum og alls konar auglýsingadílum sem að ég bara nei takk skilur og þó að það sé náttúrulega erfitt núna þú veist, ég er alls ekki með einhverja bakþanga við því bara ég hefði átt að taka þessu skilur af því að það er einhvern veginn þannig að ég tek dæmi að það var sérst eitt fyrirtæki sem vildi fá mig í ákveðið verkefni ég er að fara að tala rosalega mikið undir rós núna þannig að það var ákveðið fyrirtæki sem vildi fá mig í ákveðið verkefni og nota sérst mína ímynd ég vildi ákveðna upphæð þeir buðu 500 skalli undir flestir hefðu bara sagt ok, fuck it, skilur þú veist, þetta er bara 500 skall, ég tek þetta bara en ég bara nei og bara ég ætla þá að fá bara að afþakka þetta árið seinna kemur annað fyrirtæki sem er í sama bransa og þar fæ ég hann auka 500 skall að því að ég stóð á mínu skilur þannig að ég trú alveg því að ef maður er samkvæm með sjálfum sér þá gengur þetta allt upp sko Hvernig búið að vera því það er svolítið búið umræðum í COVID-tímabilinu með tónlistamenn hvernig búið að vera á þér að reyna þú veist, að þetta högg að vera alltaf í þú veist, að tala bara svona mörg gig og síðan bara því ekkert hvað gera menn þá? Semja tónlist og skrifa bók? Já, einmitt bara, ég gerði þessa bók með Sóla ég gátt plötu bara fór mikið í stúdíóið og gátt plötum daginn heiti nú hverjunu Erfingi krúnunar og svo einhvern veginn bara þú veist ég gerði Breiðabliklæð svo mjög gaman, ég og Þormóður sem ég er mjög stoltur af því sko Þormóður, þú talar svolítið um Þormóði í bókinni Já Segðu okkur frá Þormóði
Þormóður sem sagt einnig 96 módel, elst upp fyrstu 10 ára sín í Kópavogi og flytur svo sem sagt vestur á Ísafjörð og talar sig sem Ísfirðing, sko. Ok. Þó að ég vilji meina að hann sé úr Kópavogi. Nei, hann alveg geggjaður. Hann sem sagt hefur ferilinn sinn sem gítarleikari í rockljónsveit á Ísafirði. Byrjar svo að fikta við að pródúsera og flytur suður og gerir svona stærsta eða bara breakout lagið hans sem sagt B.O.B.A. með Jópi og Króla og á í rauninni svona flest af þessum stærstu lögum með Jópi og Króla til að byrja með. Þú veist, það þarna Oh Shit og eitthvað og við sem sagt förum að vinna saman 2018 þegar hann að vinna svolítið með Huginn að vinna bara mjög mikið með Huginn, hann gerir eiginlega bara alla plötunars fyrstu með Huginn og hann í rauninni bara langbestur. Þú veist, hann hluti af Cowboys, sko og ég ekki að segja að hann sé bestur. Langbestur í hverju? Bara pródúsera? Já, bara pródúsera. Pródúsera lög, já. Þú fullir að hann sé bara á algjörum heimsmælikvarða? Hann það, bara 100% skilur. Þú veist, það er no doubt af því að ég náttúrulega hef unnið með bara rjómanum á íslensku tónlist hérna heima og ég hef verið í samræðum við erlenda pródúsera skilur og það í rauninni enginn sem kemst nálægt Þormóði, sko, bara því miður, eins mikið að ég elska, þetta allt vinir mínir sem ég að vinna með hérna heima, en ég held að þeir viti það bara líka, skilur að Þormóður bara eitthvað fucking skrýmsli, sko það bara þannig, já það bara þannig, sko, bara því miður, sko, hann svo ógeðslega fucking góður, hann sko að mínum mati, þá hann bestur, þú veist, hann bara færastur í þessu, hann fljótastur í þessu og það kannski líka bara því við erum búin að vinna svo mikið saman hann veit bara nákvæmlega hvað ég að tala þegar, þú veist, ég kann alltaf útskýra það, sko. Ég skil ekki. Þannig að það mikið forréttindi að fá að vinna með honum og þú veist, hann hefur gert lög eins og hann gerði Keira, hann gerði Veist að mér með Huginn, hann gerði hvað gerði hann meira? Þú veist, hann gerði Malbygg með Gauta, skilur, og það er svo fyndið og pirrandi, skilur, að þegar við erum á svona veluna rungi einhverju, skilur, að þá einhverju flokkar og veluna rungi? Já, þú veist, þetta er bara svona stittur rung, skilur stittur rung en þá hann alltaf að keppa í sjálfan sig, skilur það er bara lag ársins Klakar með Herran Heiðsbjörn og Huginn Malbygg með MC Gauta og Króla og Þormóður sitja þarna aftast bara og gerði bæði lögin, skilur þú veist, hann er bara að keppa í sjálfan sig en það er bara langt bestur, sko og þú veist, og það er búið að vera hann í undanfærin 2 ár allavega, 2-3 ár þar sem að, þú veist, við erum á einhverjum svona veluna afhendingum og erum að heyra þetta lesið upp, skilur, hverjar tilnefningar eru og það er bara hann í öllum flokkum hann er með plata ársins, hann er með lag ársins og... Þú talar erlenda pródúsenta hefur það einhvern tíðan verið pæling að þú þú veist, og þeir eru að semja lög hugsar ekki að langar að gera núna á ensku til að sjá hvort þið geti náði gegn einhvers þar. Það hefur aðeins komið undanfarin kannski mánuð. Þá hefur ég svona, ok, bara pínu, þetta er svona aðeins fara að læðast aftan að mér að gera eitthvað ensku, en ég sé ekki fram á það, sko. Ég veit ekki hvað, því mér langar ekkert að túra heiminn, sko. Það ekki? Nei, mér langaði það, þú veist, en ég einhvern veginn bara sáttur í tjörninni, sko. Já. Tjörninni. Já. Kemur það með því að verða Pabbi og bara fjölskyldumæður? Já, það er bara 100% það, sko. Af því að, þú veist, mér langaði að túra, þú veist, og vera bara huge í Bandaríkjunum og einhvern veginn bara búa í LA og þú veist, þetta dæmi, skilur, eins og einhvern veginn bara, þú veist, ég er ólétt, þú veist, þá bara geggjað, skilur, þú veist, þetta er bara staðan og þá, þú veist, það bara breyttist öll mín viðþorf gagnvart vinnunni þá, skilur og bara draumar mínir færðust í aðra drauma, skilur og mér langar bara að vera með afkomu öryggi, skilur, fyrir fjölskylduna og bara standa með sem pabbi og Þú varst mjög, þú kemur talað það í bókinu, þú varst mjög tilbúin þegar þetta gerist að lýsir þessu sem bara gífurlegu gleði augnabliki. Já, þetta var bara ólýsanlegt, sko og þetta var óvænt en kærkomið. En þegar þú fær fréttirnar að þó þú sett svona ungur, þá ertu alveg bara all-in tilbúin í... Já, þetta var, þú veist, af því að ég náttúrulega bara kannski á öðrum stað heldur en margir jafnaldrar, skilur, þú veist, ég bara
veist, þegar ég fæ fréttina þá er ég orðin edrú, búin að vera edrú í smá tíma, skilur, og bara er með þú veist, ég er með góða tekjur, skilur, og þú veist, það er einhvern veginn engin ótti, ég er með gott bakland líka, skilur, þó var reyndar þegar ég fekk fréttina þá, þú veist, var lítið af fjölskyldunum minni sem átti heima á Íslandi, sko. Okay. En náttúrulega Sara með geggja bakland líka og þannig að þetta var í rauninni bara smá spark í rassinn að þú veist, klára þessa, þú veist, ég var að fresta því að kaupa íbúð, skilur, en þegar þetta kom þá bara ok, nú bara kaupum við íbúð, skilur, við vorum að leigja, það var í rauninni bara það síðasta sem átti eftir að gera, skilur, til að vera tilbúin í það og svo bara, þá meðan hún var óleið þá fórum við alls konar einhver námskeið, skilur, barnaskyndi hjálpa námskeið og ég fór á brjóstakjafa námskeið. Já, ok. Sem að ég hafði reynda mjög lítið að gera á, sko. Ég var svolítið óþolumóðurinn í lokin, sko. En ég fór bara til að sýna stuðning. Vera með. Já, vera með maður, sína lit. En þú ert búin að dansa svolítið, það má kannski segja að þú ert svona búin að taka út ákveðna hluti og ákveðin þroska á dálítið miklum hraða. Já. Þannig að svona, þú ert að lýsa þessu ferliðinu, þú veist, hvernig þú ferð inn í tónlistina, ferð síðan í fíkniefninu og áfengið, hættir því. Þetta gæti alveg, við gætum alveg verið að tala um 15-20 ár. Sko. Þetta er Snapchat kynslóðin. Ég tók þetta bara á 5 ár. Já, þetta er fast forvart. Já, nákvæmlega. Ég hef lítið tíma og mjög lítinn tíma, þú veist, ég hef litla athygli, skilur, bara eins og öll mín kynslóðin, svo vorum að tala með bókina. Þannig að ég tók þetta bara mjög stundum tíma og sjáum bara til hvað restin gerir, kannski verið gjaldþrot eftir ár og svo og svo gráa fiðringin 26 ára þá getur það verið, já, gráa fiðringin hún heitir Hinga til, já. Hvað myndir þú segjum að það væri tekið annað fast forfall tímabila? Stuttu seinna og svo gert þetta með reglum og svo að lokum, það er senasta bókin. Ég er ánægð með markaðsmannin í þér að kalla þetta Hinga til, það gefur strax fyrirheitum að getur verið, það er búið að opna á aðra, sko. Og náttúrulega líka, sko, þakka svolítið niður í neikvæðum röddum, sem ég finnst alveg geggja, sko. Ég var að vonast til, að því þú veist, einmitt 24 ára Gjóta Ævisögu, það er sko, það sem kýtlaði mig mest við þetta var, shit, hvaða kommentakerfið á eftir að vera, þeir eru eftir að vera reiðir, sko, sem að er raunin, sko, og ég er búin að screenshota. Er það raunin? Já, ég er búin að screenshota nokkur upp á allt, sko. Hvað er menn að segja? Heyrðu. Komdu með þetta. Má ég sjá. Ég sé mér það, jú. Það er sem einn stór vefmiðl deildi sem greininni, ég fór í viðtali á K100 og við erum með einn sem kommentar 3 blaðsíður, spurningamerki. Mjög gott. Svo er annar sem segir ævisaga. Ég held að þessi örugglega farið að þrengja svo litið í buddinni hjá þessum unga manni til þess að grípa til svona örþrifaráðs. Þetta er veistla. Þetta er svo geggjað. Svo erum við með einn sem kommenta bara sorglegt. Svo er einn sem deilir greininni og segir áttu allt lífið framundan, what, þessi gæi er brandari. Og bara, mér finnst þetta geggjað, skilur, þetta er nákvæmlega, að því líka, það er meira þess að sagt í greininni, þú veist, að því að ég þetta var viðtal, skilur, þá er ég kvótaður í greininni að segja, já, ég gerði þetta náttúrulega aðalega til að æsa í kommentakerfinu, og svo er loga kommentakerfinu á þá grein, sem er svo geggjað, sko. En ég, einmitt, til þess að koma þér til varnar, þá finnst mér, hafandi skrifa bækur og lesi mikið af bókum, bara hefur fólk frá einhver að segja, og mér finnst það er meira í þessari bók heldur en rosalega mörgum ævisögum sem eru gefnar út á Íslandi, hjá fólki sem er orðið 70 eða 60 eitthvað einmitt. Og það er einmitt einhvern veginn, ég veit ekki hvers að því þú kallar þetta ekkert ævisögu, þetta er bara bók. Sko, jú, ég hef reyndar markast þetta sem ævisögu en ég veit ekki hvort það stendur á bókinni. Já, ég meina, þú veist nei, þetta er bara skemmtileg bók. Það er að segja, hún heitir Hinga til, sem er náttúrulega augljóslega bara ævin þín Hinga til. Já, nákvæmlega. Eins og segir, þannig að það gæti alveg komið önnur. Já. Ég man að þegar ég gerði bókinu hann Björgvin Pál, að því hann er nú dálítið eldri en þú, en hann er samt mjög ungur til að gera ævisögu. En þá er það með þetta bara, ég er ekki að segja líf mitt sér búið. Nei. En bara, þú veist, hann hafði bara frárósalega mörg að segja. Og ég veit ekki, þú veist, það er líka gaman að brjóta þessar reglur, sko. Já, algjörlega. Svo mjög gott, sko, input frá útgáfunni, Bjart og Veröld. Þeir náttúrulega þungaveittar dæmi, sko, þannig að þeir setja, sko, kvót aftan á bókina. Margoft tvítugur meir hefir lifað,
Svefnugum segg sjötugur hjarði, Jónas Hallgrímsson. Þetta gott. Þetta ákveðið róttök, sko. Þetta gott. En hvað þegar maður gefur út svona bók og að því ég reyndar hef nú gert það sjálfur, það var bók mig, eða það sem ég opnaði mikið á mig, er það finnst þú svona kannski vanur því að í ákveðnum textum og svona, finnst þú að vera berskjaldag mikið? Já, gríðarlega. Er það ekki? Jú, ég fundi fyrir sko smá kvíða og svona, þú veist, rétt fyrir útgáfu bara, ok, fuck, nú ég talaði að mér, sko. Já, einmitt, sem eðlilegt. Já, algjörlega. En ég mjög sátt útgáfuna og ég bara svona, ég svona bara bíða eftir að mamma og pappi lesa hana, sko. Af því að leið og þau eru búin að lesa þetta, þá, þú veist, með drullu sama, skilur. Ég skil. Það svona aðalega þau, sko. En það ekki líka í nútímanum að þá oft sérstaklega einhverjir sem eiga kannski svolítið skurðlega fortíð og hafa gert hluti undir áhrifum og þá núna einhvern veginn að myndast þetta að það jafnvel verið að kalla fólk út, hann ekki góð íslenska, fyrir eitthvað sem það gerði fyrir löngu síðan, að með því að segja bara frá þessu sjálfur, þá maður náttúrulega ákveðin hátt próaktífur í því að það ekki hægt að gaggrina mann fyrir eitthvað ef maður búin að opna það sjálfur, sko. Skilur við? Staðin fyrir að það væri eitthvað svona sögur þig og eitthvað, þá ertu svolítið bara búin að segja þessu sögur sjálfur í þessari bók. Já, þetta meira bara svona að axla ábyrgð á þú veist, því sem maður hefur gert, sko. Þú veist, þetta kannski ekki sem eitthvað svona, einhver skjöldur, skilur, nú ekki hægt að segja neitt mig, skilur. Þetta meira bara svona, þú veist, ég búin að gera þetta upp, skilur, og ég bara að taka ábyrgð á þessu, skilur. Var það erfitt ferli að ef maður búin að vera lengi í einhverju svona ástand og maður kannski búin að vera koma misjafnlega fram við fólk, að þurfa að fara til fólks og biðjast afsökunar og svoleiðis? Jú, það var alveg erfitt, sko, en það náttúrulega, þú veist, ég er í nafnlausum mannræktarsamtökum og þar eru ákveðin verkefnalisti og þetta mitt að fara til fólks og gera það upp, skilur, og biðjast afsökunar og bæta upp fyrir að það skilur, í miðjunni á þessum verkefnalista. Þannig að maður búinn að gera ákveðna hluti og taka ákvarðanir og breyta mörgu í farimanns sem að gera manni kleift að gera þetta á þess að vera eitthvað hræddur eða eitthvað hannig. Þannig að, þú veist, ef ég hef bara vaknað, skilur, bara nú ætla ég að vera edrú og bara ekki gert neitt í mínum málum, þannig séð, skilur, og svo bara ætla að fara að biðjast afsökunar og þú veist, þá hefði ég ekkert getað það, sko. Nei, nákvæmlega. Nú kannski spyrja það svolítið nýja lagið, eða nýja, nú liður svolítið síðan kom út, Stjörnurnar. Talandum eins og svona gagnrýni, það var einhverjir sem voru eitthvað að tala um að þetta væri nú ekki alveg komin í svona nýja átt og þetta mainstream og eitthvað. Einmitt. Það alls konar gerjun í þessari tónlist og þetta fólk sem að vinna saman og svona, finnst þér eins og þú getur farið í alls konar áttir með tónlistina þína? 100%. Ekki? Ég held að sé engin, það bara, þú veist, sko, ég náttúrulega gerir tónlist rosalega mikið, ég sé hana rosalega mikið fyrir mér sem vinsæl tónlist, skilur, og ég hugsa alveg, skilur, ok, þetta, þú veist, ég gerir þetta og þetta hérna og þá, þú veist, það líklegra til að vera vinsælt, skilur. En í grunninn þá náttúrulega þá ger ég tónlist fyrir mig, þú veist, og ég gerir tónlist sem að mér finnst skemmtileg. Þannig að, og ég heyrði eitthvað podcast daginn, þar sem þeir voru að segja, sko, að þeir voru með þá kenningu að ég geri, sem sagt, 2 fyrir þau, 1 fyrir mig. Sko ég meina. En sem ekki raunin, sko. Af því að ég gæti ekki gert 2 fyrir þau sem ekki fyrir mig. Skilur, af því að í grunninn, ég gef ekki tónlist sem mér finnst ekki skemmtileg. Ég get ekki gert tónlist sem mér finnst ekki skemmtileg. Þannig að, þú veist, Stjörnurnar náttúrulega bara eitthvað reggae poplag, skilur. Aldrei hef ég sagt að það sé eitthvað rapplag, sem það bara náttúrulega ekki. Þetta unnið með Ásgeiri Stop It Go og ég bara fíla reggae, skilur, ég elska pop og þú veist, ég gerir lag með Björgvin Halldórssyni sem að náttúrulega bara fucking legend í leiknum, skilur. Algjörlega, sko. Og ég átti mér þessu svolítið svona moment eftir það, bara, ok, fuck, hvað á ég að gera núna, skilur? Af því að, þú veist, ég er búinn með lista minn. Þú veist, ég er búinn að gera lag með Friðrik Dór, ég er búinn að, þú veist, spila á Stóru Sviðinu og Þjóðhátíð, ég er búinn að gera lag með Erpi, ég er búinn að, þú veist, ég er búinn að gera allt sem ég ætlaði að gera. Og þú veist, ég var með hennan checklista og svo einhvern veginn bara svona, sem svona auka checklisti sem var bara drauma checklisti var að gera lag með Björgvini Halldórssyni, skilur? Af því að, þú veist, ég ólst upp á Björgvini Halldórssyni. Akkurat. Og bara einn af mínum uppáhalds, hann bara uppáhalds íslenski söngurinn minn, skilur. Þannig að þegar það, þú veist,
það var svo hjúts fyrir mig, sko, og mér var í rauninni, sko, þú veist, jú, mér langaði að laginu gekk vel, skilur, en mér var svo drullu sama, skilur, af því að, þú veist, ég gerði þetta fyrir mig, skilur. Akkurat. Mér finnst þetta líka svo gaman að tala eins og erp, af því að mér finnst hann hafa verið svo mikil frumkvöðl oft og það er bara að vera að brjóti sér norm, einmitt þegar hann er allt í einu farin að gera lag með Ragga Bjarna og svo með Ásgeiri Trausta og mér finnst þetta geggjað, sko, að þú veist, jú, þú ert rappari, en bara geggjað að þú tímar upp með einhverjum flottum poppara og gerir eitthvað annað. Klálega. Það er enginn að segja þú þurfur að gera það að eilífu. Nei, einmitt, og bara, þú veist, þetta er orðið svo óskýr mörkin, skilur, og þú veist, fólk er að labela mig sem rappara eða poppara, skilur, eða eitthvað hannig, skilur, en ég meina... Er þetta að fólki finnst óþægilegt að geta ekki sett með eitthvað box? Já, sko, mér finnst það rosalega mikið í rappinu, ekki í svona old heads, gaurar, skilur. Old heads? Já, old heads. Það eru svona, svona gæðir sem er hlusta ennþá bara boom bap, skilur, og hata allt sem er nýtt. En ég meina, og reyna að segja að ég sé ekki rappari af því að ég gerði stjörnurnar. Eða, ég meina, þú veist, Phil Collins, hann er trommari líka, skilur, þú veist, það er eins og að segja hann geti ekki verið trommari af því að hann söng lag, skilur. En ég held að þetta sé ekki svona í öðrum tónlistarstefnum, að þú veist, mönnum er fagnað ef að þeir taka, skilur, þú veist, bara svo Bubbi, skilur, gátt reggae-plötu og bara alls konar, þú veist, og það var bara geggjað, skilur. En sem er svo... Er það þessi harða ásýnd einhvern veginn? Já, ég held að þetta er bara einhverjir, þú veist, mönnum líður bara illa, skilur. Og þóla ekki breytingar. Og ég meina, 90s boom-bap tónlist er ennþá til, skilur. Farðu bara á fucking Spotify og hlusta á það, skilur. Eins og Jay-Z sagði, you want my old shit, buy my old albums. Rétt. Þannig að, og fólk er að segja, skilur, þú veist, ég er að tala eins og allir hatið mig, skilur, en þú veist, en mér finnst bara svo gaman að svara þessu, að ég svara þessu ekki í kommentum, skilur, ef einhver kommentar eitthvað, þú veist, það er enda eitthvað sem okkar maður Bubbi hefur verið glerharður. Já, hann tekur það, sko. Hann tekur það á sig. Já, hann tekur slaginn. Ég tek meira bara svona það sem fólk getur ekki svarað með tilbaka. Það er þægilegt. Já, en þá menn skilur, hvað er gamli netusmjör, eitthvað svona, skilur. Hann er bara á Spotify. Alveg rétt. Þú veist, og bara guð blessi þig og takk fyrir stuðningin, sko. En þetta með að gefa út, þú sagði að gefa út plötu, er það ekkert freistandi þegar maður situr á mörgum lögum núna að hugsa bara eitt lag getur alveg gefið mér svona 80% af því sem ein plata gefur mér, þannig að ég lýsa bara eitt lag í einu. Jú, algjörlega. Ég hugsa að ég gefi bara út eina plötu í viðbót, og svo bara single. Já, bara lög. Já, af því að mér finnst það skemmtilega, sko. Mér finnst gaman að gefa út bara eitt fucking power lag og svo bara annað eftir 4 mánuði. Af því mér finnst lög oft svolítið tínast ef ég gefi út plötu. Já. Af því að þú veist, það er kannski 3 geðveikt bara svona obvious hittarar og þá kannski er minna verið að tjekka á einum lögunum eða eitthvað. En já, ég einhvern veginn, fyrir mig, þú veist, mér finnst mjög gaman að gefa bara út singla og gera það bara, þú veist, það er líka svo mikið pressa, sko. Þú veist, það er svo mikið pressa bara, þú veist, þetta er bara eina, þetta verður að standa eitt og sér, skilur. Það er ekkert þetta afsaka sem með einhverjum öðrum lögum. Nei, nákvæmlega. Það er bara þetta lag og ég er bara stend og fett með því, skilur. Það er bestur undir pressu, sko. Það að vera að byrja með podcast líka? Já, heldur betur, og maður kannski að nánsa því hérna. Það ekki bara? Jú, ég til ég og Huginn, besti minn, við erum að byrja með podcast sem heitir Félagsmiðstöðin. Félagsmiðstöðin? Já, af því að, þú veist, væpið er bara svolítið hangout, skilur, og þetta er bara eins og að mæti Félagsmiðstöðina. Og það er í rauninni ekkert format á því, skilur, þetta er bara eitthvað við tveir að spjalla og kannski fá, þú veist, once in a blue moon, einhvern gest sem er þá, þú veist, bara einhver félag okkar, skilur, vinkun okkar. Bara spjall, skilur, því að við erum, okkur finnst við, náttúrulega, þetta er svo narsissist, sko, okkur finnst við mjög fyndnir og skemmtilegir, þannig að við bara geggja að fá að dreifa því áfram, sko. En er það ekki mitt svona það sem er svo gaman við nútíman, að þú veist, akkur ekki, meira heldur en akkur ekki, þú veist, bara, eða eru x margir sem að vilja vera að hlusta á með að spjalla við vini mína, akkur ekki að gera það? Já, nákvæmlega. Og ég er svo líka þakkláttur fyrir, sko, stökkpallin sem ég fengi í tónlist, náttúrulega, af því að það býður upp og svo, þú veist, bara ég ætla að gera podcast, bara fuck it, skilur, og ég ætla að gefa út bók, og ég ætla að gera, þú veist, á sjónvarpsstöð 2, og ég ætla að gera sjónvarpsseríu og sjónvarpssímans, og bara, þú veist, þetta er allt bara eitthvað sem ég dreymdi þegar ég var krakki, skilur, hverjum dreymir ekki að vera bara, þú veist, í sjónvarpi þegar maður er bara, þú veist, 8 ára, skilur.
Þannig ég ætla bara að nýta mér hennan stökkpall sem ég er með í að gera bara allt sem ég langar til og neyða Íslendinga til að horfa með aðeins lengur. Já, maður. Fyrir að vera góður eða? Já, ekki. Ég er að mæta á fund hérna klukkan 3. Fund klukkan 3? Já, það er hálftími í það. Já, flott. Þetta er búið ógeðslega gaman, maður. Já, ekki? Jú. Þú búin að hlusta eitthvað á þættina? Þú hlustaði á ERP, Ég hlustaði á ERP, já. Ég hlustaði á Kára. Já, í mitt. Og ég hlustaði á hann á Einar Ágúst. Já, Einar Ágúst er skrullu. Já, það er gaman á honum. Já, æðislegur. Hann var líka svo hann hringdi í mig oftar en einu sinni eftir þáttun og hann var svo opbóðslega þakklátur sko. Einhvern veginn fekk svo mikið af góðum viðbröðum og leið svolítið eins og að væri svona einhvern veginn bara að fá smá nýtt upphaf sko. Geðvett. Já, æðislegt sko. Góður strákur. Já. Góður strákur sko. Geggja, frábært að fá þig heimsókn maður. Og ég get alveg bara af einlægni mælt með þessari bók. Já. Bara, hún er auðlesin og það er alls konar sögur í henni og skemmtilegt. Já, maður, ég þakka kærlega fyrir það, maður. Ég er ógeðslega ánægður með þetta og þú veist, þetta kemur á fullkomnum tíma, skilur við. Það er aftur bara einhvern veginn verið að herða allt og þá er bara fínt að kúra bara með bók, sko. Það er svoleiðis, það er svoleiðis. Geggjað. Heyrðu, takk kærlega fyrir mjög. Takk fyrir mig. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru auðvitað þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta og mig langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.